Já, núna. Þetta var svolítið eins og bara að sofna í sófanum áður en partíið byrjaði. Þetta var skelfileg byrjun þarna 2 mörg og 3 mínútum. Já, eins og ég sagði, þetta var einstaklingsmistök fyrst í miðjunni. Ótrúlegt hvernig hann losnaði við hann. Svo eins og hafsendið minni verið hissa. Svo setna markið var líka, leikmannir minn bara einfallega hlaupa upp og glemti leikmennir að ég veit ekki hvað við gerst. Og mér finnst bara rosalegt að fá 2 mark, 2 mínútur. Og fyrst maður sem hugsaði, þetta verður bara aðeins erfitt að koma inn í leik. En núna, ég get sagt að það var frábært hjá okkur að koma tilbaka inn í leik, fyrst og fremst. Fyrir tröttilega kannski alveg klára leik, skora 3. markið. Og hvað talum ekki það ná í restinni að skora 3. markið og fá 3 stig. Það er nú ekki fyrst skipt sem að það er gert á þessum velli. Það virðist vera sterkur karakter í liðinu og menn ekkert að gefast upp og að líta illa út. Já, við erum sterkur karakter og við erum morgulega í fína formi og eins og ég segi, stundum þú vinnur með leikmennum og leikmenn að venja sig á þjálfara og skipulega og svona. En eitt sem skiptir mér máli að fólk halda hausinn og vera inn í leiknum. Oft ég segir, við getum ekki ákveða hvort við skorum eða ekki, skiptir máli að vera inn í leiknum. Ef þú ert inn í leik, þá er alltaf möguleik að þú skora mark. Og það er 3. sæti eftir 9 umferðir. Ertu ekki nokkuð sáttur við að vera staddur í deildina sem þið eru staddir núna? Ég er mjög sáttur og mér finnst 17 stig eftir 9 umferðir bara ótrúlegt í rauninni. Og hvað getið þið nálægt? Ég bara veit ekki, við erum eins og bara að taka eitt leik í einu og ég er búinn að segja að markmiðið minn var að halda sig í deildinni og það er enda á það og ég myndi vera rosalega gladur þegar og ég segi bara þegar það gerst og á skal ég hugsa kannski eitthvað nýtt. Takk fyrir. Já, takk.